Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Einar Benediktsson yrkir á einum stað: Til Moldarós vígði hið mikla vald, hvers mannslíf sem jörðin elur, sem hafsjóri rís með fald við fald, þau falla en Guð þau telur. Því heiðlofti sjálft hulið tjald, sem hæðanna dýrð oss felur. Í ástinni björt sem barnsins trú, hún blikar í ljóssins geimi, fjarlægð og nálægð, fyrr og nú, oss finnst þar í eining streymi. Frá heli til lífs hún byggir brú og bindur oss öðrum heimi. Amen. Amen.
Ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Og ég heyrði raust mikla í hásætinu er sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, við fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Ég bið ykkur að rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall. Markús ritari í 16. kaflanum. Þá hvíldardagurinn var liðinn. Keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme
innsmiðst til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta, hann er upprisinn. Og þannig hljóða hin heilögu orð í Jesú nafni. Amen.
Náð sé með okkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Það var einu sinni myndhöggvari sem var við vinnu sína fyrir framan stóran marmarahnullung og höggin buldu á meitlinum og steinflísarnar flugu í allar áttir. Og barn sem stóð þar hjá og skildi ekkert í þessum hamagangi. En þegar kom svo barnið aftur í vinnustofuna nokkru vikum seinna, sá það sér til undrunar gríðarstórt og mikil úðlegt ljón þar sem marmarablokkin hafði staðið. Gagntekið kallaði barnið upp fyrir sig: Heyrðu, hvernig vissirðu að það var ljón í grjótinu? Og list myndhöggvarans, já og vafalaust öll list, fyrst og fremst listin að sjá, og oft hér með hjartanu. Í marmarahnullungi sá Michelangelo Guðsmóður milda og yndislega. Í öðrum hnullungi sá hann kraftmikinn Davíð. Í gráum og úfnum hraunglettum og klungrum sá Kjarval kynjamyndir og ævintýraveröld og litadýrð. Og hugarsýn, hjartasýn, sjón, það kostar vissulega augun og átök að gera það sýnilegt sem hugur einn sér og hjarta manns. Í fallegum sálmi Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi segir meðal annars: Í gegnum móð og mistur ég mikil undur sé, ég sé þig koma Kristur með krossins þunga tré. Og að trúa og að treysta að sjá með innri augum, já til dæmis Guð og ríki Guðs, og valdsvið hins góða og fagra og fullkomna, og leitast við að gera sýnilegt það sem hjartað, sálin sér og skynjar. Hér erum við saman komin til að minnast hans Ferdinands Alfreðssonar, en Ferdinand fæddist í Hamborg í Þýskalandi þann 17. september árið 1937. Sonur hennar Helgu Einarsdóttur húsmóður, hún var fædd að Fremrahálsi í Kjósarhreppi, og svo Alfreðs Ferdinandssonar Munch, yfirmatreiðslumanns, en hann var fæddur í Hamborg í Þýskalandi og var af þýskum og dönskum ættum. Eldri systkini Ferdinands eru Inga María, Sigrid og Viktor Einar, en þau eru látin. Það fyrir tæpum 2 árum síðan sem hann Ferdinand lýsti í mögnuðu útvarpsviðtali við Helgu dóttur sína krókóttri og langri leið í öruggt skjól þegar æskuheimili hans í Þýskalandi fuðraði upp í sprengjuregni. En þetta viðtal ber yfirskriftina Ekki mitt stríð. En Ferdinand var vitni að óskiljanlegum hryllingi og fylgdi móður sinni stríðshrjáð Þýskaland, Pólland og Danmörku í heimsstyrjöld í leit að íverustað. Þetta ótrúleg lífsreynsla sem orðin ná ekki utanum, en svo komu þau hingað til hans haustið 1945. Og þá var hann 8 ára að aldri. Hann lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands árið 1959, lauk fyrrihluta námi í arkitektúr frá Háskóla í Braunschweig í Þýskalandi 1963 og lokaprófi í arkitektúr frá Háskóla í Karlsruhe, einnig í Þýskalandi 5 árum síðar. Hann kvæntist árið 1964 Guðrúnu Frímannsdóttur píanókennara, en Guðrún lést árið 1998. Börnin þeirra eru hann Frímann Ari, sem kvæntur Ingibjörgu Ragnarsdóttur, og sonur hennar og stjúpsonur Frímanns Ragnar Rál. Svo dætur Frímanns af fyrra hjónabandi eru Guðrún Ósk og Hanna Björk. Svo Helga Margrét, hún gift Sigurjóni Halldórssyni og þau eiga Sólrúnu og Véstein, og svo Kristinn Alfreð og maki hans Arndís Anna Reynisdóttir og þau eiga Alessandru Júlíu, Emil Henry og svo hann Aron Loga.
Að loknu námi starfaði Ferdinand hjá Guðmundi K.R. Kristinssyni og Gunnlaugi Halldórssyni við ýmis sameiginleg verkefni þeirra og frá árinu 1973 rak Ferdinand arkitektastofu í félagi við Guðmund og áfram eftir hans dag. Guðmundur og Ferdinand hönnuðu saman margar byggingar, stórar og smáar, meðal annars skrifstofuhús Olíufélagsins við Suðurlandsbraut, en húsið hýsir nú Kvikmyndaskóla Íslands, höfuðstöðvar Rafveitu Reykjavíkur einnig við Suðurlandsbraut, stjórnstöð Landsvirkjunar við Bústaðaveg og svo þetta hús sem við erum hér inn í dag, dásamlega hús Kópavogskirkju, eða Breiðholtskirkju fyrirgefið. Ég þjóna í Kópavogskirkju. Þeir hlutu fyrstu verðlaun í samkeppni hönnun þessara kirkju og hún er einstök, hringlaga, en hringurinn í kristinni trú táknar einmitt eilífðina. Ferdinand var hæglátur, vandaður til orðs og æðis, rólegur, hvíldi einhvern veginn í sjálfum sér og hafði ekkert á móti því að brosa og hlæja. Sennilega henni að vera að stríða mér með að láta mig mismæla mig hér áðan. Hann hafði næmt listrænt auga á og á sínum tíma þá stóð hugur hans til að verða listamaður. En arkitektúr varð fyrir valinu. Og viðkvæðið hjá honum var stundum þetta verður að flútta. Það er það að þetta verður að passa saman. Þannig eru verk hans, þau passa saman. Ferdinand og fjölskylda bjuggu fyrst að Ægisgötu í Reykjavík og arkitektastofan var þá í fremsta herberginu. Þau reistu síðan hús að Láglandi í Fossvogshverfinu, en teiknaði húsið, hannaði og gerði nánast allt sjálfur í húsinu frá grunni. Árið 2012 flutti hann svo að Hæðagarði 35. Hann gegndi mörgum trúnaðarstörfum fyrir félagið sitt, Arkitektafélag Íslands, meðal annars við útgáfu arkitektatals. Árið 1972 vann hann sýninguna Íslensk timburhús sem sett var upp á Kjarvalsstöðum á Listahátíð í Reykjavík. Árið 1979 sýningu á vegum Ljóstæknifélagsins og Philips fyrirtækisins í tilefni af 100 ára afmæli Edison ljósaperunnar. Ferdinand var formaður SIBS-deildarinnar á Vífilsstöðum árið 1994–1999 og var margra ára skeið stjórnarmaður í Ljóstæknifélagi Íslands. Og svo í hádeginu, virkadaga, þá sótti hann fyrst sundlaug Vesturbæjar og síðan Laugardalslaugina. Þetta gerði hann í mörg ár. Svo naut hann þess að fara í veiðiferðir meðal annars upp á Arnarvatnsheiði. Síðastlið sumar fluttist hann að hjúkrunarheimilinu við Sléttuveg í Reykjavík og hann lést svo á Landspítalanum við Hringbraut 28. mars síðastliðinn og það verður jarðsett í Gufuneskirkjugarði. Sóknarnefnd þessara kirkju, Breiðholtskirkju, biður að hér séu færðar kærar kveðjur til nánustu aðstandenda. Kristur segir, þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljósið að mönnunum til þess að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er í himninum. Við getum nefnilega lýst hvort öðru á góðan hátt, með því að styðja hvort annað og styrkja í orði og verki og blíðu og stríðu. Jesús treysti okkur fyrir boðskap sínum. Hann treysti okkur til að vera náunganum náungi í orði og verki og lagði áherslu á að lífsgæði væru það að veita öðrum eitthvað gott. Og í Guðspjallinu sem ég las hér áðan, hjá Markúsi, og heyrum við konurnar sem komu að gröf Jesú á páskadegi og viðbrögð þeirra, þær skeldust. Og það er auðvelt að skilja þau viðbrögð, þær voru harmi lostnar, þær voru hræddar. Páskaguðspjall Markúsar á sér framhald vegna þess að þessar konur, þær sögðu frá reynslu sinni og af því að þær gerðu það, þess vegna er kristin trú og þess vegna er kirkja. Og þegar við fylgjum ástvinni til grafar, þá
þá erum við minnt á að Kristus sé farinn á undan okkur, ljós lífsins. Sigraði dauðann með upprisu sinni og uppstigningu til himna. Og dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum Anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Lætur þú Drottinn þjón þinni í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Í augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar þjóðunum
og til vegsemda lýð þínum Ísrael. Þú ver okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævidróttin, helga jarðlífssporin, svo við studd náðinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Þú blessa minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Umvef Ferdinand Alfreðsson, styrk og styð fólkið hans og alla sem honum voru kær. Og við biðjum saman með orðunum sem sonur þinn Jesú Kristur kenndi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörður sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég bið ykkur að rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfært okkur til lifandi vonar.
Upprissu Jesú Kristinn og dauðum. Jesús sagði og Jesús segir: Ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Jörðu ertu komin. Jörðu skaltu aftur verða. Jörðu skaltu aftur upprisa. Í honum Drottinn þinn eilífu hvíld og viltu láta ljósið þitt eilífa lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.